Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd. Gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Kristín Amalía Alladóttir. Já. Velkomin til okkar í þvottahúsið. Takk fyrir kærlega. Settu þetta bara á hefulbekkin. Já, Vasslega. Takk. Sko, vanalega erum við með þarna beinagrind Já. svona viðtölum en ekki í þetta skipti. Við ætlum í rauninni bara, ég ætla bara svona aðeins að lesa svona smá texta, þetta kannski svona 1,5 mínúta sem ég skrifaði og hérna mörgum geti fundist þetta hallarslegt og þetta bara frá mínu, þetta ekki frá alls og Davíð komið sko. Ég bara að tala út frá mínu hjarta sko. Já, einmitt. Og svo ætlum við bara að sleppa þessu bara í einhvers konar frásögn og samtal. Tilbúin? Já. Sko, MeToo-byltingin framkallaði í mér og eflaust fleirum alla flóruna af tilfinningum og viðbröðum. Ýmist stökk ég á afturlappirnar, þjakaður af gerandameðvirkni eða í dómharða ásökun í garð meints geranda í hinum og þessum málum, sjálfum mér oftast algjörlega ótengt. Ég upplifði vissa spennu og svona viðnámstilfinningu og fannst eins og að mér væri sótt, eins konar varnarviðbrögð. Ég var svo hissa yfir því ég taldi mig hafa hreina fortíð hvað varar kynhegðun og fyrir vikið hreina núvitund í þeim efnum. Í MeToo-byltingu nr. 2 fór ég svo í svokallað svitahof með vinum þar sem ég lá í moldinni í þessu allt of heita svetti á komum tíminn þessi tvíþætta spurning: hver erfðasyndin og hvað hefur þú að fela, strákur? Svarið var augljóst leið og spurningin hafi verið borin upp. Erfðasyndin var hið svokallaða Sunnefumál sem ég hafði heyrt af svona on and off síðan ég var strákur, nánast í eins konar frægðarljóma því ég tengdur Jens og hans víum sýslumannsfeðgum í 9. og 8. lið. Þeir voru Danir, flotti kallar með mikla sögu, þar sem aukaleikarinnir voru bara einhver smámenni eða undirmálsfólk eins og Sunneva og bróðurinn Jón. Svarið við seinni hluta spurningarinnar sem ómaði í svettinu hvað ég var að fela þessu máli kannski algjörlega ótengt en var líka augljóst þarna í fyrsta skiptið en það var klámneysla. Klámneysla sem reyndar hafði rætlast af mér að mestu leyti en samt sem áður þáttur sem greinilega hafði meiri áhrif á mig og mitt boðefnakerfin ég gerði mig grein fyrir. Klámneyslan var svo í kjölfari klöguð mjög upphátt og afleiðing þess var einfaldlega sú og hann var tekin frá mér eins og dögg fyrir sólu. En Sunnefumáli situr þarna lifandi ljóst og þó að kallarnir hafi eflaust verið miklir þá beittu þeir ofbeldi, þeir lugu og þeir kúuðu. Hann má segja þessu gerendur sem hafa verið sem aðaleikarar í einhverjum reyfarakendum farsa en hver eru fórnarlömb þessara manna, hver var Sunneva, hver var Jón, hvar enduðu börn Sunnevu og hvar endaði Jón, af hverju og hvernig lést Sunneva svona unga aldri. Hver sagan? Spurningamerki. Við bræðirnir Gunnar Dan Víum og Davíð Karl Víum, afkomendur Hans Víum og Jens Víum, spyrjum þessara spurninga og kynnum því til leiks Kristínu Amalíu Alladóttir. Ég skrifaði hérna sagnfræðing og þú veit hvað Ég er kvikmyndaframleiðandi og menningarhagfræðingur. Menningarhagfræðingur. Starfa sem bóndi. Og hampbóndi. Meðal annars. Og velkomin. Takk. Við kynnum þið til leiks og svo hérna kemur smá klausa. Þú virðist eins konar sérfræðingur í þessu máli. Þú allavega ratar til mín og ég hringdi þig strax. En svona áður ferð að rekja Sunnefumáli, þá langar okkur að spyrja þig altså hvað veldu því og þú fórst að kynna þér þetta mál sérstaklega og hversu vel getum að vita með vissu að staðreyndir sé að ræða en ekki bara svona frásagnir mann frá manni. Skáldaði eyðunar. Þar með ég búið, þá bara slepp ég tökunum á þessu. Já. Varðandi þetta mál, þá byrjaði ég svolítið eins og þú, nema ég svo óheppin að ég bý á Austurlandi þar sem er engin svetthof. Þannig að ég bara rásaði í stofunni heima hjá mér í miklu hugarvíli og uppnámi í tengslum við MeToo-byltinguna þá fyrri. Það sem sótti að mér, ég er náttúrulega kona komin á ákveðin aldur og blessunulega eina fáum sem að ekki á mér svona sögu. Nei. En takk. En nánast allir mína vinkonur. Okay.
ættingja mínir, algjörlega. Mm. Það er, eins og ég segi, það er nánast alla mína vinkonur sem eiga mjög alvarlega sögu eða niður í bara svona minniháttar. Sama með fjölskyldu, öllu líkindum formaður. Ég held að það sé engin okkar sem eigi sko ekki formaður sem hafa lent í eða lent ekki í einhverju svona kynferðislíku og öðru slíku. Þannig að það sem sótt að mér í mínu stofu svita kófi, þá það var hugsunin hvernig get ég leyft þessum konum með einhverjum hætti að njóta þeirra breytinga sem eiga sér stað. Og hvaða konum þá? Ættmæðurum mínum, konum formaðurum okkar allra. Og auðvitað get ég það ekki nema bara táknrænum hætti. Þannig að ég byrjaði á því að fór að skoða sögukvenna sem hefur verið sem var drekkt á Íslandi. Og þær eru 63 sem að ég get staðfest. Já. Og hérna tók fyrir fyrsta lagi eitt mál stúlku sem að hét Fylgja Halldóra Jónsdóttir frá Seyðisfirði. Alveg skelfilegt mál. Og henni var sem sagt nauðgað af föður sínum og með honum barn og hann tekur barnið og grefur það. Og þau eru handtekin og dæmd til dauða bæði 2. Hann sem tekur barnið og grefur það eftir að barnið fæðist. Já, hún er meðvitundalaus, hann fjarlægi barnið, nú veit maður ekki hvernig það var, nema hann þarf að grafa það í gólf. Akkur grefur það í gólf? Jú, það er á kalt út, það er ekki hægt að grafa það. Það er frost, þannig að það er í ganginn. Og þegar hún rangar við sér, þá segir hún að barnið hafi verið látið og hann hefur bara bjargað málum. Og þetta kemst upp, þau eru dæmd til dauða bæði 2, flutt á Alþingi. Og þau eru reynda dæmd, ég fyrir ekki þau eru dæmd, en það kemur mjög skýrt fram að nauðgun var að ræða og að hann var algjörlega ábyrgur. Hún er samt sem áður dæmd sek og dæmd til dauða. Fyrir þá blóðskömm eða? Já, blóðskömm og dulsmál sem að er náttúrulega það að leyna meðgöngu og í framhaldi náttúrulega að deyða barnið að leyna fæðingu. Og þau eru flutt á Alþingi, þar er hann sem sagt tekinn af lífi, hann er klipinn með töngum, höfuðið tekið af honum og líka með síðan brendur og höfuðið sett á stjaka. Þetta upplifir hún, þetta er faðir hennar. Er hún sem látin horfa á þennan verknaði? Hún sér þetta náttúrulega, já. Og hérna, hann er sem sagt einu uppalandi, mammina dó þegar hún var ung, þannig að þetta var hennar eina stóð í lífunu þó að þetta hafi farið svona illa. Hún er flutt aftur austur, það send sko náðunarbeiðni því að það vita allir og það kemur fram nánast í dómnum að það er allir sammála sér saklaus. En það lá eitthvað illa á guðfræðingum konungs sem ákvaða dæmana samt sem áður seka. Þar sem hún hefði átt að láta vita af þessum glæp, en hún var náttúrulega ólæs og skrifandi, hafði nánast aldrei komið að bæ. Hún þekkir ekki lögin og veit ekki neitt. Þannig að Jens Víum, forföðunum, er gert að drekja mig. Og hann er nú eitthvað að draga lappirnar. Þannig að amtmaður verður að senda honum bréf og skipa honum að ganga í málið. Jens Víum var búin að vera með Halldóri hjá sér 4 ár á Skriðuklaustri. Hún hefði verið hjá honum og líklega unnið bara sem vinnukona innan allt fólkið á meðan þau biðu eftir niðurstöðunni á dómnum. Hvað er þetta mörgum árum áður en að Jens altså lest? Jens deyr 1740 vorið. Þetta er 1729. Þetta er 11 árum áður en að Jens. Þarna er þó sonur hans bara ungur. Og allt fólki á Skriðuklaustri búið að þekkja þessa stúlku í 4 ár, allir vita hún er saklaus. En einn daginn bara verður ekki hjá því komist. Að rölda með hann út að Bessastaða á sem er þarna rétt hjá Skriðuklaustri og drekkinni þar. Og þar liggur hún enn. Og ég held ég sé búin að finna líkamsleifar hennar. Og þannig að fyrsta sem ég ætlaði að gera var að reyna að setja minnisvarða Halldóru. Svona sem minnisvarða allar þessar konur. Og það hefur nú gengið svona upp og niður. En er ennþá í vinnslu, það er verið að í því verkefni er María Huld Markansdóttir að semja kórverk fyrir ungar kvenrættir sem að
er svona til minningar Halldóru og þessar konur. En hvernig, við forritunum við það, hvernig finnur þú líkamsleifar? Hvað fannst ykkur ómerta gröf þá? Nei, það er ekki grafna. Það er bara líkamannum bara hent annarkvort eins og þingvöllum í gjótu eða þarna bara einhver staður undir klett og hent grjóti yfir, bara huslað. Og hvar fannstu það? Ég er ekki búin að, ég held ég viti hvar það eru. Ok, ætlar að kafa eitthvað dýpra í það? Já, ég mun reyna að fá einhverja frá fornleifa til þess að grafa, ég gerði það ekki sjálf sko. En þarna fannst hauskúpa og fleiri bein og þetta, ég var búin að sigta út sko, af því að það er drekkingahylur í þessari á sem ég held að sé, hann er mjög óheppilegur til drekkinga. Ég trú ekki á hann, hann er kallaður Sunnefihylurinn. Þegar fólk stóði fyrir meiningu og Sunnefi hefði verið drekkt í honum. Sem henni var ju ekki. Nei. En hann heitir Sunnefihylur og er drekkingahylurinn. Hann er mjög óheppilegur vegna þess að hann er mjög djúpur. Þú vilt ekki hafa djúpt vatn, þú vilt hafa stjórn á aðstæðum. Já, og vita verkinu sé lokið. Þú vilt geta staðið í lappirnar. Já, þú vilt geta stjórnað atburðarásinni, þú vilt geta haldið líkinu á ákveðnu stað svo að fljóti nú ekki hana niður ána og allt voru böndunum. Þú vilt hafa gott aðgengi og þú vilt helst hafa klett út í ánni þar sem hjálpar maðurinn, sko, konan er sett í sekk, það bundir í höfuð á henni, steinar settir inn undir og hendurnar bundnar, reyrtu mittið og bandið er langt. Svo er farið með það út að klett í ánni, hún er sett fram á bakkan og svo er kift. Þá fellur hún fram yfir sig, ofan í ánum með grjótið, náttúrulega sekk með það og svo kemur einhverjum er með broddstaf og heldur henni niður. Þannig að þú verður að hafa stjórn á þessum aðstæðum. Þannig að ég útilokaði þennan hýr út frá því, verandi kvikmyndagerðarmaður og vinna í handrit, þá fer maður í gegnum alla svona og líka, já og svo er þetta líka spurningum sko hvaðan fólk kom, þau voru að koma frá, þau voru ekki á dómstafnum, þau voru að koma frá Skriðuklaustri, þá gera þetta Skriðuklaustrismegin. Og ég finn bara gríðarlega heppilegan stað og svo kemur í ljós því fyrir að rannsaka máli betur að þessar líkamsleifar eða hauskúpa sem fannst og einhver smá bein, þau voru þarna cirka 3 metrum frá. Þannig að það stemmi við það að hann hefði verið drekkt þar, dregin á land, líkinu kastað svona aðeins og grjót yfir og allir forða sér heim og reyna að gleyma þessu. En var ekki algengt, ég meina hefði þessi hauskúpa eða þessar leifar hefði ekki geta verið af hvaða? Það er engar heimildir mannskvörf eða neitt þarna. En öðrum og ekki altså fleiri aftökur? Nei. Það voru 2 aftökur á þessum stað. Önnur var maður sem var hálshöggvinn, cirka 200 árum áður. En raun og veru vissu einhver fyrir austan að Halldóra hefði verið drekkt þarna sko. En þessum drekkingar en við erum ekki komin að Sunnefu. Þetta var formáli. Það byrjaði þarna. En þetta er eitthvað sem ég vissi ekki af. Það kemur dómur og hún þarf að framfylgja, skiptir máli hvar það er gert. Eru ákveðni staðir eða þá bara vaðaði máli hvað sem þú er? Já, það er þingstaður á næsta þingstað. Og það er Skriðuklaustur, ekki þingstaður á Skriðuklaustri, heldur á Bessastöðum sem er kannski 2 kilometrar í burtu frá Skriðuklaustri, þar eru þinghaldin og við, sem sagt Bessastæði liggur Bessastæða á, eða Bessastæður eru hínum með ána frá Skriðuklaustri og þarna var brú yfir, þeir eru ekki fara að drekja mannesku sem þeir tekja, ung kona sem er búin að lifa hræðilega hlut og þau vita er saklaus, þau ætla að drekja drekkinni í hylnum við brúna. Fólk langar ekki að upplifa þetta aftur þegar. Þannig að þeir koma frá Skriðuklaustri, labba að, fara aðeins ofar á stað sem er ekki í almara og þar eru mjög heppilegir staðir. Og þar sem liggja þessar líkamsleifar sem að ég á eftir að láta rannsaka hvort það séu virkilega hennar. Er það hægt? Það ætti að vera hægt, ef þar eru þarna, hauskúpan finnst þarna, það var sem sagt... Er hún í þinni vörslu þá? Nei, hún týndist. Hún er einhvers staðar. Já, hún er einhvers staðar. Þetta sem er eitthvað fundið hauskúpu og eitthvað týndinni? Já, lögreglan. Því að seinast er vitað hana í vörslu lögreglunar. Það er eitthvað stólið. Já, ég segi það. Það er einhver tekjan til handagags. Þannig að þetta var sem sagt grenjaskipta sem að fann þetta þarna. Það hefur hrunið dálítið. Þannig að það er mjög ekkert ólíklegt að einhver smádýr hafi komist í sko smerri beinin, þau hafi verið þarna og svona. En þá að öllum líkindum liggja önnur bein þarna. Þannig að vonandi takst mér að vekja athygli einhverja sem að vilja fara og kanna þetta mál. Þetta er óhugnaleg frásögn. En þetta er dásamlegur staður, ofsalega fallegt þarna og friðsæll. Var þetta í sumar?
fórstu upp í Bessastaði? Nei, upp í Skriðuklaustur. Já. En á þessum slóðum. Já, en þessi staður við Anna er dásamlegur og ég fer þarna oft. Það er bara ró, það er bara gott. Og mér langar þetta alltaf mikið að láta þá gera þetta af og segja sögun hennar þannig að fólk sem fer þarna upp eftir hugsi til hennar. Já. Þar sem hún er á staðnum og bara tengja aðeins við hana. Við getum svona, eins og ég segi, þetta er allt tákgrænt en við getum reynt að svona senda eitthvað. En Jens, veist, í þessum sko verknaði, ég meina hann er bara framkvæmdavald. Hann er bara framkvæmd. Hann er dómari sko, hann er svo fyrsti sem dæmir þau en ég meina þetta lág allt ljóst fyrir, þetta játa, pappin játar og þetta er þessi glæpur líkið finnst af barninu. Okkur að hann að vera að draga lappinnar með hann langaði bara ábygglega ekki til að drekja stúlkunni sko. En þá tíðkaðist það ekki að þessum tíma var ekki tíðkaðist það ekki að menn kannski kæmi sér einhvern veginn hjá því að framfylgja Jú, í raun og veru sko, með því að fela stelpu konunar nei hverjir hafa eftirlit með því? Eru það þessi amtmennirnir? Já, þeir koma bara eins og heilbrigðiseftirlitið þeir vilja bara fá tilkynningu staðfestingu að þetta hafi verið gert. Þannig að þetta bara, þeir þurfa bara að fullnasta sínum skildum, skilur þannig að En kallmönnum var aldrei, þeir voru aldrei teknir úr lífi með þessum hætti? Ekki með þessum hætti, nei. Hver er ástæðan fyrir því? Það er nefnilega ekki vitað. Ég held að þetta sé erlendu síður. Í Evrópu var konum gjarnan drekkt með þessum hætti eða þar grafna lifandi. Kallmenn voru hálshagnir eða hengtir. En það er miklu mannúðlegra að hálshöggva eða hengja myndi halda af Já, sko, en það er einhver sagði mér, ég hef ekki fundið neitt sem að staðfesti það, en mér finnst samt sem áður möguleika til því, þarna er ekki úthelt blóði. Það nú reyndar ekki við hengingu líka, heldur. En það var eitthvað við það hugsanlega að úthella ekki blóði í þessum tilfellum. En ég veit ekki, það bara er ekki alveg skýrt hvers vegna þetta var gert með þessum hætti. Þannig að áhugavert. Þannig að komst inn á eitthvað sem að það var eitthvað áhugavert en það datt úr mér. Það var í sambandi við Jens og það hvernig hann Ég var svona meira að hugsa bara hann er ekki hægt að gera sér eitthvað hugmyndum það er rauninni bara hvernig honum líður hérna með að útfæra í rauninni fara eftir þessum skipunum í rauninni hvenær ertu gerandi og hvenær ertu í rauninni bara embættismaður það embættismaðurinn á þessum tíma ég meina hann er undir konungusett ég er að segja konungur það er mjög erfitt að setja sig í þessa stöðu sem þessi maður er í en þú þarf það er eiginlega lykilatriðið í öllum þessum vangaveltum og þegar maður fer að lesa þetta og rannsaka þetta maður kemst fljótt að rauna það þýðir ekki að hugsa þetta út frá okkur sjálfum neinum hætti. Maður þarf að læra og skilja eða stemningu samtíma. Nei. Og læra að komast eitt nálægt því og mögulegt er að skilja hugarheim þessa fólks, hugmyndakerfið sem það lifði í. Þarna er trúin allt umlíkjandi. Þetta er eina hugmyndakerfið sem er til staðar. Fólk efaðist ekki. Og það fékk ekki að efast. Þannig að í raun og veru líta sér atburði alltaf öðruvísi út. Það sem ég átta mig á og gerir eiginlega bærilega því nú er ég búin að vera rannsaka sögu allra þessar 63 kvenna. Og er með þannig allavega þetta er oft á tíðum dálítið þungt. En það er samt huggun í því að vita að það er álitið sér sekar. Það er álitið sér sem sekar. Já, það er höfðu brotið. Þetta er allt önnur hugsun. Það er höfðu brotið gegn almættinu og annað slíkt og í raun og veru það var náttúrulega lögð mikil áhersla á það við allar aftökur að sá sem var tekin af myndi iðrast. Það átti bæði að gera honum auðveldara náttúrulega eftir lífið en held ég líka samfélaginu. Að ég held að ef þú býrð í svona litlu samfélagi þar sem þó þetta tíðkast, þessar aftökur þá er mjög mikilvægt að sætta þá sem að bæði þurfa að framkvæma þetta og lifa með því
finna einhverja réttlætingu, einhverja leið til þess að sætta og þá ertu með þetta hugmyndakerfi. En hversu óyfirbóðskennt getur það verið, sko? Veist, ég meina í innsta kjarnan þá ertu náttúrulega bara á bömmir yfir því að vera dregt fyrir að einfallega fyrir að hafa verið nauðgað. En þú álítur þetta bara, þú braust gegn almættinu. Eða skilur þú? Þér er sagt það. Og þú ert bara að taka ábyrgð á gjörðinni. En þú átt engan annan veruleika. Þú átt enga aðra hugmyndafræði. Og þeir hafa aldrei verið boðið upp á möguleikan að efast tilvist Guðs efast réttlæti þessara hluta á neitt nátt. Þannig að þetta er það einu. En það í þessu samhengi, sko, þegar ég las mig aðeins inn í Sunnefumáli, sko, sem fyrsti sem í rauninni yfirheyrir Sunnefu, nú getur svo farið aðeins inn í það hérna eftir, er einmitt bara brestur. Já. Og mér finnst þetta allt mjög skrítið, sko. Þetta er rosalega samansúrrað og það er eiginlega alveg saman hvar borið er niður í þetta. Þetta snýst allt völd og peninga. Á þessum tíma? Allt, og ef þú skoðar Íslandssöguna, þú bara, ef þú flettir í gegnum völdin okkar bara á hraði, þá sérðu það að bara frá fyrstu bók og alveg í gegnum Íslandssöguna gengur allt út á peninga og völd. Landið eru peningarnir. Þetta eru eilíð átök. Það er náttúrulega þess vegna sem að okkar fólk flýr hingað til að byrja með. Og öll átök innanlands eru út af En hver er það ávinningurinn að því að dæma kannski svona, hvað myndir þú kalla það? Bara fólk á þessari stétt sem þetta dauða og svo framvegis. Já. Hver er ávinningurinn? Það er engin, sko það er, jú, það er fælingamáttur. Já. Og þú ert, sko þeir sjá og þeir geta sýnt konungi yfirvaldin, sko að þeir séu að sinna vaxnir. Já. Þetta fólk má alveg missa sín, sérstaklega sko í harðærum eða skilur og hérna og til dæmis allar skera burt fitu í raun og veru. Já, þú bara, eins og því það má alveg missa sín. Sko lögin eru sett, stóri dómur eru settur sko 1564 og það liði hátt í 30 ár þangað þau fóru að sko fylgja eftir. Vandinn var sá, það kemur fram, segir Jón Helgason í sínum hérna sögubókum. Þeir sem náttúrulega voru einn af innvinklaðastir inni í sifjaspelsmálin, hórdóminn, frillulífið, allt þetta sem að dómurinn tók á, það voru embættismenn og prestar. Og þeir þarftu að redda þeim. En það allir sem hefur þetta ekki alltaf verið svona? Þetta var alltaf verið svona. Það er ekki sama. Nei. Og til dæmis fyrir utan eina stúlku af þessum 64 þá var þetta allt fátækar vinnukonur. En ánum fyrir Sunnu, hver var þessi sem var ekki fátæk vinnukonur? Og hún hét Þórdís Halldórsdóttir, hún var bóndadóttir norður í Skagafirði og var reynd að skrifa hana bók núna sem kom til jólin sem héti Blóðberg og það var alveg stórmerkileg saga sem varð alltaf stórkostlegur og hún hélt í fram að þetta veri meifæðing sko. Og það hafði virkað áður miskusti erlendis. Altså meifæðing, ertu það að segja að Guð hafi og hún aldrei komið nálægt það er ekki hægt að samla þetta á sama og þetta hafði virkað áður en okkur er dæmi en ég meina það trúir þessu náttúrulega enginn og hérna og málið var það að þarna voru einhver sko önnur átök í gangi og það sem gerði þetta mál líka mjög langt og erfitt var það að þetta er eina konan í allir þessari af öllum þessu 63 sem einhverju reynið að bjarga en það var náttúrulega af því að hún var bara af efnuðu fólki og þau reyndu að berjast þetta urðu mikil átök hún var á endanum þvinguð til sagna með því að nota þumalskrúfur og hún endaði á því að segja með þumalskrúfur fyrst og eina skipti sem að pyntingatæki af því tæki var notað í Íslandi að þá endaði hún á því að segja að ef hún hafi einhvern tímann haft samniti við einhvern mann þá væri það márennar. Það er blóðskum. Er það blóðskum? Blóðskum, samkvæmt lögunum þá. Hún dró að vísu rátningunum tilbaka þegar þumalskrúfurnar voru farnar en það duði ekki til. Þumalskrúfur, hvernig virkar þetta pyntingartæki? Þetta var greinilega fengi hingað til lands og eftir þeim sem ég hef lesin, ég bara hreinlega man ekki hvar, þá voru það notaður í þetta eina skipti og fólki ofbauð svo. Hvernig er framkvæmdin á þessu þurfa að fara? Ég bara hreinlega veit það ekki. Þetta eru bara sem sagt sett á neglurnar á fingrunum á þér og skrúfað skilur. Þetta er bara pyntingatæl.
eitthvað svona þetta er einhver svona lítil skrúa svo bara þetta er rosalega og þetta gekk svo fram á fólki að þetta var aldrei en það var nú reyndar það var, svo kom einhver tíman þeir voru nú alltaf að búa til einhver svona sérkennileg lög hérna út í Danmörku og lögðu alveg gríðarlega áherslu til dæmis á það kom lög eftir lagasetning það að þeir eru það rétt feðrabörn og mikil þrýstingur með það aftur og alltaf verið að ítrekka þau lög það er náttúrulega ekkert af einhverjum siðrænum ástæðum það er náttúrulega aftur sko erðir og peningar og latita en einhver tíma kom tilskipun frá Danmörku það er náttúrulega bara fyndið og sneri að því að það átti að dauðadæmt fólk átti að klípa fyrirgefðu 4 sinnum með glóandi töngum á leiðinni til Alþingis. Þetta líklega var einhver skýring á því hvers vegna átti að klípa fólki með glóandi töngum 4 sinnum á leiðinni til Alþingis. Já, þar sem átti náttúrulega að taka þau á lífi. Ok, en af hverju 4 sinnum? Ég veit ekki. Og hvers sem þeim fannst ekki bara fullgert með því að láta þau skiluru þau voru að fara móts dauða sinn, hvort þið var hvers vegna þurfti að klípa þau 4 sinnum einhvern leið greinilega betur með það nema að Íslendingar skrifuðu konungi og báðu að fá að komast undan þessu í fyrsta lagi að væri ekki til neina svona tangjur á Íslandi og öðru lagi þá bara gætu þeir ekki kveikt eld 4 sinnum því það væri ekki ég var einmitt að hugsa það þú þátt ansi mikinn hita til þess að þú ert ekkert með rokalspítur sko á hálendi þannig að konungur fjallst á það þannig að við fengum að sleppa við á þessum ástæðum en sem sagt ég er búin að vera að vinna fyrst var með Málhalduru og svo fór ég út í þær allar og svo ákvað ég að taka fyrir sögu Sunnevu sem náttúrulega frábrugðin þessum sögum að því leitinu að Sunnevu var ekki tekin af lífi og gerði úr því af því ég var þá yfirmaður menningarmiðstöðvar þarna fyrir austan og gerði úr því stóra og reynda bara mjög fallega sýningu hana, skrifaði bók þetta sem og lét svo skrifa og koma stað leikriti sem var skrifað þetta og var sýnt núna í Tjarnarbíó þannig að af því ég var eiginlega búin að ég ákvað það að sagan myndi bara þyrfti að draga hana fram og reyna að festa hana inn í sagnaminni þjóðarinnar það er ýmissa og ýmis minnst sem minna áhugavert og minna þess virði en saga Sunnevu er náttúrulega bara eins og allra dramatískasta sem umgetur og hún var ekki ung þegar hún dó hún var orðin líklega 36 ára vegna þess að hún lifði undir fyrst 2-földum og síðan einföldum dauðadómi í 19 ár hún var fangi í 19 ár og beið dauðasins í 19 ár en á meðan var þetta var ekki bara bið, það voru endalaus átök það voru bara þetta er alveg ótrúlega saga og eins og ég segi og maður veit ekkert hvernig hún byrjaði í sjálfu sér hver var faðir af fyrsta barninu hvers vegna Jón bróðir hennar játar að vera faðir barsins því ég held að hann sé það ekki Nei, en er ekki sagan þannig að hún hefði byrjaði að bendla eitthvað nágranna bónda sem hafi játað að vera faðir barsins en hafi svo dreigið tilbaka 4 dögum síðar hefði það verið blóðskap? Er þetta ekki rétt? Nei, þetta er rétt en það hefði ekki verið blóðskap nei, en þetta var bara algengasta rettingin þá er fengin einhver fátækubóndi sem vantar konu sem er náttúrulega bara vinnudýr og látin gangast upp börnum en það var stjúpappi líka inn í myndinni það er stjúpappi inn í myndinni og svo vil ég hafa inn í myndinni prestssonin sem er Sunneva og Jón voru mjög sérstök þau eru greinilega ég held þessu mjög líklega hálf frönsk þannig að voru mikið af frönskum skútum en það er ekki vita nei, það er ekki vita nema lýsingarnir á þeim gefa það til kynna hún var mjög grönn og nett þau voru dökk yfirleitt þau voru mikið dökkt hár einstaklega fríð, bæði tvö og það sem er eiginlega merkilegt að þeir bára bara svo mikið þokka
það fjallu í allir fyrir þeim alltaf fallega lýst og það mjög óvinnilegt í lýsingum í annálum og slíku að fólk, svona alþýðu fólki sérstaklega glæpamönnum, maður finnur virðinguna og jafnvel aðdáunina sem kemur alltaf fram í öllu, þannig að þau hafa haft alveg sérstaklega nærveru, sérstakt útlit og hún þótti náttúrulega fríðuskvenna á Íslandi á sinni tíð. Hvorki meira en minna. Hvorki meira en minna. En það nú reyndar efnundu fyrir sig, það harmsugur kvenna sem voru álitnar fjögustu konur Íslands á sinni tíð. Voru þær gefnar konungi þá? Nei, það bara alltaf svo drama eins og Þórdís Jónsdóttir, konu Magnúsar í Bræðratungu sem að með Ara Magnússon og það allt saman og Snæfríður Íslandssól, það dæmi allt saman fallegasta konu Íslands í Bræðratungu núna, ég er þar upp í Kópavogi sko. Já, ég skil, nákvæmlega, hún heitir Þórdís kannski? Nei, reyndar ekki, en já. Þannig að, en sem sagt, þannig að hún verður ólétt, 16 ára kemst hún og hún kennir Erlendi Jónssoni, annars það bæbarnið. Það er greinilega samningur gerður, 4 dögum síðar hafnar hann fæðinu. Samningurinn hefur ekki gengið upp. Einhver hluta vegna, maður veit ekki hvað, en maður getur nú alveg ímyndað sér að Sunneva hafi bara komið að því sjálf, því hún var náttúrulega bara, seiglan í þessari konu á þessum tíma, fátæku af lægstu stéttum, líklega ólæs og skrifandi réttindalaus seiglan. Sem átti svo eftir að sína. En ætli hún ekki að sér grein fyrir aðstæðunum sem hún var í? Ég held að hún var svo klár. Ég held að hún hafi verið bara, hún á ýmsum augnablikum í þessari sögu greip tækifæri sem henni buðst til að reyna að bjarga lífi sína. Hún hefur alveg reynt allt sem hún hefur getað til að segja sannleikann. Já. En hann hefur bara ekki verið tekinn. Nei, það þurfti bara, þarna hefur þurft, einhver hluta vegna þurfa að redda þessu máli. Annarkvort hefur það verið sem sagt prestssonurinn og náttúrulega prestur sér Gísli gamli ætlar ekki að samþykkja það, hann meinaði öðrum sínum að giftast. Þetta er alls og sami prestur og alls og sá yfirheysluna. Já, Gísli gamli, Gíslason á Desjarmýri sem að síðar varð hans og Halldór sonur hans sem að hugsanlega faðirinn giftu síðan systrum. Þetta var strax komið mikil tenging og þeir voru vinir Jens og Gísli gamli og allt þetta. Þannig að svo er náttúrulega möguleiki að það hafi verið stjúpfarin. Það er mjög algengt að stjúpfeður séu feður þessara barna sem að En það hefði nú ekki verið gott. Það hefði ekki verið gott. Nei. Og það er heldur Nei, en það er líka svo að hugsa til annars að það er heldur ekki gott fyrir samfélagið. Nei. Vegna þess að ef stjúpfaðurinn hefði verið faðirinn þá hefði hann verið tekinn af lífi og Sunneva líka, ekki spurning, bara strax og þá hefði fjölskyldan orðið ómögum í sveitinni og á þessum tíma var mikið af ómögum á Borgarfirði og þarna allt í einu farið kannski það er bara byrði á samfélagið, hvað þarf að redda því. Málið er að það voru fordæmi erlendis frá og ég held hérna líka að æsku vegna sé fólk sýknað og það kemur strax í öllum gögnum í þessu máli kemur strax fram að Jens Víum hafi sótt sýknun vegna uns aldurs. Þannig held ég að þau hafi verið talin inn á að játa þetta. Að það er möguleiki, góður möguleiki á að þau verið sýknuð ef að Er þetta til allt svo skjálfest? Hvað? Að hann hafi í rauninni sóst eftir sýknun fyrir hana? Það er ekki til skjálfest, nei það er sögur Það eru sögur það. En það getur ekki staðist. Það er það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt. Þannig að þannig er ekki búið að dæma og hann getur ekki sótt sýknu á einhverju sem er ekki búið að dæma. Og hann deyr hálfum mánuð eftir hann dæmir. Hann æri aldrei að gera þetta. Já, hann deyr hann. Svo hefur líka heyrt það. Mögulega hefur hann ekki einu sinni dáið. Já, það er hann það. Einhver saga. Það er alveg ótrúleg saga. Hvað mistur að láta sig hverfa? Nei, bara fara með einhver ástkonu, bara eitthvað, láta sig hverfa. Hann var náttúrulega, nú erum við að tala Jens Víum, föður Hans Víum. Hann náttúrulega átti hjákonur. Átti ekki allir hjákonur? Já, ég minna, það er náttúrulega brot á stóradómi. Skilurðu? Og hann á börn með hjákonum. Það er brot á stóradómi. Stóradómi snerti þess að menn ekki neitt. Nei. Hann var orðið mannsbanni. Hann draf mann. Og þannig að, en hann sem sagt. Og konu. Já, og konu. En það er, sem sagt, sagan þessi þau eru fengin
til þess að játa þetta á sig systkinin. Sunniva 16 ára, Jón 14 ára. Þá farið með þau, Jens kemur og tekur þau, fer með þau upp á Skriðuklaustur og þar eru alltaf dómur og þau dæmd til dauða fyrir sifjaspell. Og svo bara fer Jens sem er dálítið mikið drikkveldur og svona, það fór mikið fyrir þeim feðgum og hann var náttúrulega fyrir hermaður og var náttúrulega mjög flinkur hann gekk alltaf með korðan og hann að fara í embættisferð og fer niður að Dvergasteini í Seyðisfirði og þarf að fara svo yfir í Loðmundarfjörð með bát. Hann haugafellur þeir eru 8 í bátnum með hjákonunni, aðtalið þessi konan Vigdís sem allir skilja var hjákona hans og þau eru ekkert komið mjög langt frá landi þegar það kemur til einhverja átaka borð í bátnum líklega vegna systur Jens sem að hann hafði meinað að giftast einum af mannunum sem var í bátnum og engin veit meir hvað gerist nema báturinn finnst á hvolfi í Seyðisfirði dálítið utarlega það fljóta að landi eða það finnast lík í bátnum einhvern veginn og önnur lík fljóta að landi og einhver þeirra eru með stungusárun en Jens Víum hjákonan og sá þriðji finnast aldrei en bendur náttúrulega allt til þess að þau hafa bara drukknað sko þarna voru sem sagt mikið af skútugum á ferðinni og því alltaf bætt við frásagnirnar af þessu að rauð kápa hafi sést hanga við hún á einni duggunni en kápan hans Jens Víums var rauð nei, ég finn takk það sást til á að hafa sést til Jens á kræpum í Englandi þannig að margir segja að hann hefði komist borð í duggu með hjákonunni og flúið til England sem bara stungið af með hjákonunni þetta kom sér hvaða ástíma var þetta fyrir ekki við spyr, manstu það? Þetta er voru Þetta er í maí, eða byrjun júní. Þannig að þetta er svona hentur tími. Ferðu það yfir á skútur leikandi eða? Hæ? Til Englands? Til Englands. Já. Það voru. Það voru ekkert mál. Það voru fullt af skútum þarna. Það var náttúrulega mikið verslun í gangi. Já, einmitt. Þannig að, og svo á að hafa sést til hans. Þetta er náttúrulega eitthvað. En einni manneski kemur þetta vel. Og það er Hans Víum. Sem er þá í Vestmannaeyjum, eða ekki? Í bara virkilega vesinni. Í Vestmannaeyjum? Í Vestmannaeyjum. Tómurugli? Heyrðu, hann lendir í því. Lendir? Hann lendir í því að barna Halldóru nokkra. Já. Og ekki bara einu sinni. Heldur tvisvar. Hann lendir í því? Hann lendir í því og hann er ungur sýslumaður, ekki búinn að klára lögfræði, hann nefndi því ekki neitt. Nei. Klára ekki lögfræðina. Og fær strax embætti. Barnar Halldóru allvæna. Í Vestmannaeyjum. Þannig er hann sýslumaður í Vestmannaeyjum. Kom með 2 börn í lausanleik. 3. barn, sko, þá er hann bara... Þetta er vesen, ekki? Þetta er vesen. Þetta er jaðra við stormskilja. Þannig að það þarf að koma hans í burtu enga sinunum. Hann verður að komast frá Vestmannaeyjum. Já. Þannig að þegar að Jens faðir drukknar í Seyðisfirði, þá er náttúrulega hans sinni strax búið embættið. Og hann tekur því og fær frá Vestmannaeyjum. Þannig að, eins og segja, föðumissirinn, það náttúrulega var líklega sár, en kom sér vel. Hins vegar ekki skuldirnar sem að Jens skildi eftir sig handa hans. En það er hluti af síðan Sunnefusögunni. Já, ég skil. Þetta er alveg stórkostlega saga, allt saman. Og við erum ekki byrjuð á sögunni hérna. Og hvernig á þessum tíma? Það var sukk og eitthvað. Og þeir voru, þetta voru bara stórkallar. Var það svoleiðis að menn letust að það voru eyrnamerktar þá erum skuldirnar? Þetta er ekki svo einn heimaður sem getur sleppt í að taka við? Nei. Þannig að þegar hans kemur austur, þá er hann stór skuldur. Já. Tjóðsvesen. Hafa vesen maður. Já. Ok. Og byrja, sko svo bara byrjar einhver og það er bara saga eftir sögu. Og hann kemur austur og þarna er Sunneva og Jón bæði í haldi. Fangar á Skriðuklaustri. Ég vil okkur að spyrja einu áður við höldum áfram. Þau eru fangar á Skriðuklaustri. Já. Það er 1 barn fætt. Já. Hvar er barnið? Það er öllum líkindum dáið. Það er öllum líkindum dáið. Börn dóu mjög gjarnan og sum börn voru bara látin deyja. Ok, en það er ekki upplýsingar til. Bara boran út þá? Nei. Bara látin liggja, hvað? Bara ekkert gert þeim sérstaklega til bjargar, skilur.
Það lítur að vera djöfulegt að horfa upp á það að gerast. Þetta bara þurfti fólk að gera. Já. Það voru til í Svíþjóð konur sem voru kallaðar englagerðarkonur. Já. Engelmægjeskur. Það voru konur sem bjuggu til engla. Og það drápu börnin? Það tók þessi börn sem að dóu. Já. Urðu englum. Já, einmitt. Það þannig að hérna, já, og þannig þetta staðan, það barn öllum ekki dáið og sko, ef vilt vita sko, þá held, það hugsanlegt og mér langar alveg óskaplega mikið að reyna að rannsaka það hugsanlegt að Jón hafi skilið eftir sig einn afkvæm, það séu til afkomendur Jóns, Sunnevu bróður. Hann eignast 2 börn í hérna. Í haldi? Já. Og meðal annars með dóttur sýslumanns. En hvað merkir það að vera í haldi á þessum tíma? Ertu frjálsferðaðina innan? Í raun og veru. Bara látið vinna. Og það þú ferð hvort er ekki neitt. Þú getur ekkert. Já, Jón reyndir nú að strjúka, komst inn í Hallumstað. Já. En það nú ekki langt. Nei, það ekki langt. En svo notuður það hver á annan, skilurðu. Hans var ásakað fyrir að hafa látið þau vinna og nota þessi vinnufólk en svo gerðu allir hérna það líka. En þetta að segja að Jón hafi náð að barna dóttir hans? Nei. Annars? Þarna, sko, þetta tölvöld seinna. Já. Þetta eftir 1743 þegar allt verður brjálað á alþingi. Já. Og hans kemst ekki á alþingi sem bara maður skilur ekki, hann þorði bara ekki. Og þau lendi í yfirheyslum og við erum nú að fara yfir stóran kafla. Já, ég veit. Þannig að, en sem sagt, þau eru þarna í haldi, aldrei spyrst meira til Bassins á Borgarfirði og hans kemur ægilega glæsilegur myndalegur strákur, alinn upp einkasonurinn, alinn upp við, hann er alltaf hiskinn og hann er svona hvað kallaði maður svona típur, hann ber takmarkaða virðingu fyrir valdinu sko, þó að sé þetta er bara að vera kokki, hann er kokki og hann er svona entitled, hann er ábygglega alinn upp við það og hann byrjar strax sko að klekkja fólki og svindla og eitthvað, en hann er ábygglega mjög sjarmerandi, þótti mjög skemmtilegur og hafði alveg einstakan talanda, hann kann tala sig út úr öllu. Og hann mætir þarna með yngra barnið frá Vestmannaeyjum sem var drengur. Hann tók drenginn með. Hann tók drenginn með. Og en það spyrst meir ekkit Halldórinu, hina allaværinu og dótturina. Og þarna eru þau systkinin og þetta er sem sagt Jens Steyr að vori, hann kemur þarna að hausti, þetta er hausti 1740 og svo veit maður ekkert meir fyrir en allt í einu á svona í mars líklega 1741 að Sunnefa er send í burt og hún er send á Egilsstaði á Völlum sem að sko gistiheimilu á Egilsstöðum núna, það eru Egilsstaðar á Völlum sem að hans var með yfirráð yfir og enginn veit neitt, Jón verður eftir á Skriðuklaustri og þannig bara, og hann er búin að sko hann er hættur búskap á Egilsstöðum, þannig að Sunnefa er ein með einhverjum gæslumanni og hitt og enginn veit hvers vegna nema hann á að fara með þau á alþingi sumari til þess að fara með dóminn sem að Jens dæmdi í héraði á að fara fyrir yfirréttin nema að hann fer ekki með Sunnefu, hann skilur hann eftir hún er bara lasin fyrir einn? Nei, tekur Jón með sér og eitthvað meira og þá byrjar bara villisann hann, alþingi verður mjög pirrað yfir allir hans framkomiðar, hann er með alls konar vitni sem eru sko ekki sko tæk, einhver dæmdur þjófur og það er ekki vitnið einhverjum, þetta er allt í einhverju vitni. Þetta er algjört fúsk. Algjört fúsk, hann heldur náttúrulega hann komist upp með þetta allt saman, hann er þannig sko. En Sunnefa varð eftir heima, hún var eitthvað lasin, sem er náttúrulega galið, þannig að það er ekki takt að sko staðfesta döðadóminni við þeim, þannig að hann fer aftur heim. Með Jón og fer með hann á Skriðuklaustur og eitthvað og svo bara næst, og þetta er náttúrulega mitt sumar og næsta sem við vitum er bara rétt fyrir jól þá bara fæðist barn á Egilsstöðum og Völlum, Sunnefa á barn númer 2 og hún neitar að segja hver faðirinn er og sýslumaður sjálfur, Hannes Víum, hann getur ekki komið, hann liggur þarna í bólu og kemst ekki fyrir 3-4 mánuðum seinna þarna yfir
og hagar því þó þannig að hún þá veik, hún með bóluna og hann hagar því þannig að hann skilur alla sko vitnin sín eftir til að byrja með út á túni og fer einn inn og það heyrast einhver hávaður læti og eitthvað þannig inni hjá henni. Svo koma vitnin inn en þá allt mjög rólegt segja vitnin, þá stendur hann svo les bara í sjálfabókinni en sem sagt en hún þarna fyrir tvítugt. Já, hún ekki tvítugt nei. Og hún fæði barnið hún fæði þarna ein. Já, það er líklega fengna til yfirsettu konur þegar fæðingin var að koma. En hún neitar að segja sem sagt til föðursins og barnið skýrt á þess að sé gefið upp nafn sem óvenjulegt og þarna 4 mánuðum seinna hans komin til að sinna skyldum sínum sem sýslumaður og yfirherrana. Og fyrst hann þarna einn með henni, skilur vitnin eftir úti, svo kallar hann vitnin inn og þá sem sagt þessi veika kona, liggur hún þarna og það sem sagt svona, játar þú Sunneva að hafa átt barn eitthvað núna, já, og það rétt að Jón bróðin sé faðir þessa barns? Það ekki spurt hver faðirinn eða eitthvað slíkt, það rétt að Jón bróðin sé faðir þessa barns? Og þá segir Sunneva, það verður víst svo að vera. Málið afgreitt. Jens ríður með hraði, heimað Skriðuklaustri, næri Jón bróður og segir honum að Sunneva hafi sagt þetta. Og hvað hann segir. Og Jón svarar, nú, það hlýtur að vera svo úr því hún segir það, en ég trúi ekki hún hafi sagt það. Kallað saman annað þing, þau dæmdu dauða í annað skipti. Þeim ekki, þau eru ekki boðuð með réttum hætti til dómsins. Þau fá ekki verjanda og það eru engin formerki rétt í þessu. Í þessu máli. Dómurinn alls konar hyski, þetta eru 8 kallar, alveg reynd bara, og sumir voru þarna, sumir voru þarna ekki og aðri voru ekki dómtækir og datira. En þetta allt annað en það sem var í gangi þegar Jens sá fyrir dóminn. Það var alveg bara eins og það átti að vera. Og þau játuðu það. Og þau drógu þá játningu aldrei tilbaka. En þarna eru þau bara dæmdu dauð í annarskipti. Og svo ásamsagt á að fara með því Alþingi næsta sumar, það ekki hægt vegna það var svo bara erfitt árfjallu, það bara horfjallu allir hestar og komst enginn á þing. Já. Þannig að það líður enn 1 ár og man ég ekki hvað gerist í millitíðinni, það gerast alls konar hlutir í millitíðinni, en 3. árið þá verður ekki hjá því komist að fara með það og þá var náttúrulega staðfesta þess að báða dóma og það allt til, hestar og allt allir grænbúnir. Til Sunneva hefur aldrei farið til Alþingis á þessum tíma. En Jón að fara í annarskipti. Þetta er náttúrulega einu tækifæri sem almúin hafði til að ferðast. Það var til að fara að láta halsöngva sig á Alþingi, þá fekk að fara í reisu. En þetta algjörtur rugl. Svo bara hættir hans við að fara. Sendir þau 2 með ritara sínum og einhverjum vitnisburði. Hann hefur ekki þorað. Með pingju peningum, handa böðlinum. Með böðulsleinu því að sýslumaður þurfti að greiða böðulsleinu. Já. Og hann þurfti að halda þeim uppi, þarna vilja það náttúrulega losna við þetta fólk líka, skilur upp. Einmitt. Og hann þorir ekki, greinilega. Og þau fara og það sem gerist á Alþingi, þau mæta þarna og málið dómtekið og þeim settur verjandi. Og þarna líður sólarhringur frá því að fá verjanda og þangað til að málið tekið fyrir yfirdóminn. Já. Og þá fara bara hlutir að gerast. Þá reyndar, hans búinn að koma sér illa hjá yfirvöldinu, hann svínaði á öðru fólki varandi yfirtöku á Skriðuklaustri og gerði amtmann gríðarlega reiðan af því hann tókst með tengslum sínum við konung að fara aftan að amtmanni og snuðan. Þannig að hann komið með vondrekk. Þeir eru pirraðir út í hann og þeir treystur hann ekki alveg. Og það bara ljóst að þarna fer eitthvað í gang. Verjandinn bara fer að vinna vinnuna sína og svo kemur dómurinn saman daginn eftir og á mjög óvenjulegan hátt, dómurinn virkaði eins og Hæstiréttur gerir í dag. Hann yfirheyrir ekki. Hann tekur ekki við nýjum gögnum. Hann bara staðfestir dóma eða ekki. Já. Þarna hófust yfirheyrslur. Já. Fyrsta málið ekki tekið fyrir strax, heldur seinna málið. Og það hefjast yfirheyslur yfir þeim báðum. Mjög óvenjulegt. Já.
og það þarna sem að þau bera sig upp og Jón segir að hann hafi verið tvingað, hann hafi ekki trúað því að hún hafi sagt þetta og hann hafi raun og verið ekki játað. Sunneva lýsir því að hann hafi þvingað sig til að játa, hann hafi hótað sig meðan hann var einninni og sagt sér að þessi glæpur væri ekkit verri en hinn glæpurinn og hann yrði sýknuð, sem lygi vegna þess að sko ef þið eru of ungi fyrra skiptið og eiga möguleika á að sleppa með lífið út af því, sama afsökun gildir ekki í seinna skipti, ekki séns. Þannig að hann lýgur þess að henni en svo, og þvingar hana, þannig að hún segist að það hafi verið þvinguð til að játa og svo hún spurð hver faðir barnsins og þá lýsir hún því yfir að það sé hans vígum. Já. Og það bara, þetta risa viðburður á Alþingi, það bara hún hefði náttúrulega aldrei, þetta hefði aldrei farið svona hefði hann mætt sjálfur á svæði sko. Hugsanlega ekki, þetta hefði farið einhvern veginn öðruvísi. En þarna, sko, og það sem ég held að hafi gerst, sko, ég náttúrulega hugsanlega þessi saga þeirra sönn, mjög líklega, en þarna finnur hún stuðning, þarna hún ekki lengur ein. Og þeir ekkert að styðja hana hennar vegna. Þeir að styðja hana til að klækja hans víum. Og það aðri sýslumenn. Þarna kemur að því. Já, og það sýslunni skipt í tvennt. Fyrst voru 2 sýslumenn, þar segir Þorsteinn Sigurðsson og Jens. Og Jens var latur og nefndi ekki að gera neitt og Þorsteinn gerði eiginlega allt. En Jens var eiginlega samt sem áður hafði meiri völd. Svo taka við 2 synir, Hans og Pétur Þorsteinsson. Hann snuð, það hann sem að hans snuðar Skriðuklaustur og þannig eru bara komin í gang valda átök og hérna hann á mjög völduga vini Pétur Þorsteinsson og var miklu sko flottari embættismaður heldur en Hans. Hann var búinn að klára próf, hann var rosalega klára, hann var rosalega svona proper og það allt saman. Hann var forfæði minn. Þannig að hérna mætust við. Þið ákomendur víum svo ég ákomendur Péturs. En Pétur var náttúrulega ekkert að gera þetta fyrir Sunnefu frekar en aðrir. Þetta bara var valdabaráttu. Þannig eru þið sendið í sikkur áttina eftir þetta, þið náttúrulega ekki senda aftur. En þau gátt ekki undir neinum kringumstæðum nálgast sko fyrra málið út frá einhverjum yfirheyslum, alltaf nýjum það sem þau voru þarna á Alþingi. Þau gáttu í rauninni ekkert í rauninni farið inn á fyrra. Jú, það tekið fyrir svo. Það tekið fyrir líka. Og bara á hefðbundinn hátt. Já, en ekki með yfirheyrslu. Nei, á hefðbundinn hátt. Því það hefði verið framkvæmt proper eins og já, algjörlega. Og þau játa og eru dæmt dauða fyrir fyrramálið og það sendt, svo sendið náttúrulega náðunarbeiðni sökum ungs aldurs til konungs og hún fékkst 4 mánuðum seinna. Þau voru sýknuð þá fyrir seinna? Nei, fyrir fyrra. Já, en hvernig var það með seinna? Það kláraðist. Það kláraðist? Já, það eiginlega kláraðist. Það var agnarlítið formsatriði eftir til að það kláraðist en hans náðu að dreipa en þarna ég svolítið lost sko. Þarna eru þau búin að vera í haldi hjá Jens í hvað, 3-4 ár? Nei, bara í nokkra mánuði, hálft ár hjá Jens en frá og svo Hans á eftir. Já, einmitt, nokkra mánuði hjá Jens og svo eitthvað 3-4 ár hjá Hans. Og þau eru á Alþingi, Jón í annað skiptið, Sunneva í fyrsta og í rauninni fyrra málið það þarf bara að byrja að rannsaka það aftur. Já, og 6 árum seinna þá fá þau hérna aflausn á fyrra málið. Já, 4 með 6 mánuði seinna. En okkur var það ekki bara sleppt þá? Af því þá áttu eftir að klára seinna málið. Hann svo búinn að dæma þetta dauða. Heima í héraði. Þau héngur restin á tímanum hjá Hans út af einhverju fúski. Út af einhverju fúski á seinna málinu þá. Sko, þau eru sem sagt hann dæmir þetta strax til dauða með mjög gölluðum dómi. Svo fer fyrir margra ára rannsókn á því og það allt rangt við þennan dóm. Allt. Það hlægilegt hvernig hann leyfði sér að gera alla þessa hluti. Þau eru send hún til Reykjavíkur sem bara bær þá, nei bara sveitabær og hann í hérna Skaftafellssýsluna og þar eru þau í 6 ár minni mig og þar verða þessi 2 börn til. Svo byrja, sko, allan tíman verið að takast á þessi mál en þau eru bara í vörslu annarra sýslumanna. Svo 51 þurfa þau að koma aftur austur og þá tekin einhver enneitt dómur í þessu og allt lungsá og allt það og áframheldur máli og þá fara þau ekki eftir suður heldur
annað er hjá Þorsteini gamla forföðu mínum, fyrrum sýslumanni og hinn hitt hjá Pétri og þá búið að svipta hans víum sýslumannsembættinu og hann náttúrulega trillist og fer til Kaupmannahafnar og tala við vini sína og fer að berjast fyrir því að fá embættið aftur og þannig til að gera langa sögu stutta þá eru þið þarna hjá þessum feðgum og hans orðin embættislaus farin til Danmarkur já, hann bara skaust til þess að reyna og það allt sem hann kom aftur og var á eyðum og og þannig að þetta gengur árum saman og alltaf ný þing og nýdómar og endanum 54 fær hans aftur sýslumannsembættið og tekur þið til sín what? Og áframheldur málið og áframhalda þingin það enda því að það enda því að hans víum fær að sverja fyrir barnið þarf hann þess hann fær að gera það hann búinn að berjast fyrir því allan tíman að fá að sverja fyrir barnið að segja ég ekki faðir þessu barn og ef þú færð að sverja þennan eið og færð fólk með þér þá ertu saklaus þá bara alveg eins og en þarna bendur allt þess að hann bara hreinlega bara logið já bara fyrir eið já en almættið já þannig eru menn bara búin að yfirgefa bara Guð algjörlega en það held ég að já, eins og ég segi sérstaklega fólk sem hafði eitthvað á milli handan og var í peninga og valdaspilinu það var nú kannski minna náð Guðs heldur en konungur var líka svolítið á þeirra þetta samt ótrúlega stórt sko já, þetta algjörlega að menn séu bara svo rægir og þeir séu bara tilbúin til að stíga þetta skref já, en þetta var til að ná sínu fram en þetta gerði líka yfir réttin amtmann og aðra dálítið reiða út í hans já, því þeir vissu þetta var bara, hann var að gera grína réttakerfi já, því þeir vissu sannleika já og sérstaklega fyrsti íslenski amtmaðurinn Magnús Gíslason hann hélt þessu máli á lofti alveg fram í rauðan dauðan af því að líka hún misbauð svo hvernig var verið að fara með réttakerfið en hans fær að sverja það þýðir það að frá og með þeim degi hans ekki faðirinn það bara orðið staðreynd í veröldinni sama hvað fólki finnst það skiptir engum máli og hver raunsann og þetta bara hindúðlið af því að það sver engin ranganeið nei þá spurningin stóra spurningin og fyrir þessu börðust nokkrir menn Jón faðirinn af því að það skiptir á endanum ekki máli hvort að hans faðirinn því það búið að dæma þau fyrir sifjaspell hann bara að hreinsa sitt mannorð hann náttúrulega í millitíðinni giftist dóttur ríkastamanns í sveitinu þannig losnaði við skuldir Jens og hann þurfti bara að losna við þessi systkin það var bara, hann var í 10 ára að reyna bara að drepa þau til að losna við hann losnaði aldrei undan þessu og svo náttúrulega eiginkonan Ríka og tengdapappi til alls konar bölvað vesen og þannig að þeir halda áfram að þinga og það sem gerist á endanum að 56 á þingi Norðurlandi þá ákveða þeir að Sunneva megi sverja eið hún má sverja fyrir Jón að Jón sé faðir barnsins þegar hún gerir það þá er málið dautt þá eru þau ekki sek það er búið að sýkna það fyrir dómnum þau verða frjáls eftir þá hvað í þessu tilfelli 17 ár en þá situr náttúrulega hans alltaf eftir með grunin það er mjög óþægilegt hann mótmælir þessur niðurstöðu dómsins mjög harðlega og færði framgengt að yfirrétturinn og alþingi verða staðfesta það og hún megi sverja þennan eið þeir fallast á það er bara búið að dæma það og þeir vita það að yfirrétturinn mun samþykkja hans fer heim með fangana sína og undir mjög ákveðnum fyrirmælum það að fara með þau í alþingi næsta sumar þar sem að þetta mál klárað og Sunneva sver eiðin hann fer ekki með hann næsta sumar engin skýring á því neðstæðar hann mætir ekki og amtmaður Magnús Gíslason yfir Íslandi sendir hann bréf og ítrekkar að þetta verði að ganga eftir og bara einhverjum mánuð seinna Sunneva dáin úr vesöld og hungri og vesöld á eyðum
þá í framhald af því málin er ekki alveg lokið vegna þess að hans verður að fara með Jón. Jón hann er ennþá undir dauðadómnum, skilur, hann er alltaf undir dauðadómnum og Jón er alltaf hann er alltaf að reyna að fá dauðadómnum framgengt til að losna við þau. Hann fer með Jón á Alþingi. Þetta er alveg stórkostleg lýsing. Hann fer með Jón að fara þriðjaskiptæfin á Alþingi. Aumingja Jón, Jón Sunnuvu bróðir, já, enda hann gafst upp. Hjá yfirréttunum, þá ákveður yfirréttunum það að yfirfæra eðtökuréttin yfir til Jón. Þannig hann má sverja. En hann er búinn að lýsa sig sekan og hann neitar að þiggja þetta. Já. Hann er búinn. Já. Hann er 14 ára þegar þetta byrjar. Já. Þarna er hann orðinn 34 ára. Hann er bara búinn og alltaf í þræla vesinni og þannig að það er bara staðfestu dauðadómurinn yfir honum. Já. En það er sennsíkna. Þannig að Jón fer aftur austur með hans og er hjá honum einhverju mánuði, er síðan sendur til Reykjavíkur. Hann er sýknaður en settur í eftir því sem að nýjustu upplýsingar sem frá 1988 Björn T. Björnsson, þá er hann sendur í Stokkhúsið í Kaupmannahöfn. Hann er skráður þangað inn. Það er til, segir Björn T. Hvort þetta er nákvæmlega sami Jón við þetta er Jón Jónsson. Aldurinn stemmir og það sem stemmir líka er það stendur var dæmdur fyrir að eiga barn með systur sinni og hann er faðir eins barns. Það er einn nákvæmandi. Hann fer og er í Stokkhúsinu í 4 ár og þá gerist það að honum og öðrum er boðið frelsi gegn því að þið farið til Finnmerkur sem er nyrsti hluti Noregs. Já. Af hverju þangað? Af því að þarna voru alveg gríðarleg fiskimið, mikið laxarækt og þetta voru svo auður staður en fólk gæti ekki búið þarna. Það vantaði fólk. Og fólk gæti ekki búið þarna bara út á veðráttu Já, út þarna bara. Þetta er bara eitthvað algjört hellhól. Sko, fyrir utan að það er rosa mikið að feitun lax eða? Já, er þetta Svalbarðið? Nei, þetta er sko bara nyrst. Já, bara Norðkappurinn. Þar sem að Finnland, og það hefði mætast Ísland. Og þetta, ég meina, þú ert að tala 40-50 stiga frost á veturna, skilurðu. Og hann segir, og það kemur fram að Jón þessi Jónsson hafi þegið þetta náður ásamt öðrum og fyrir borðið skip og það er það seinasta sem frétti til hans. Og ég er búin að hafði samband við prófessor í kirkjusögu þarna fyrir norðan og sem er mikill ættfræðingur og hann var búin að, Björn T. Björnsson segir að hann hafi komist þangað og átt börn og buru og bara orðið ríkur laxabóndi. En ég hafði samband við hennar prófessor og hann leitaði öllum gögnum og hann sagði það er annar Jón. Hann kom aðeins seinna, seinasta sem fréttist til er að hann fyrir borðið þetta skip. Hvort sem hann komst þangað, dó leiðinni eða dó til komuna, veit ég ekki. Það eru endalók Jóns. En það sem er merkilegt líka annað, segir svo mikið þeir, að þegar að yfirrétturinn dæmir hann til dauða eftir hann hafnaði því að sverja eiðinn, þá grét þeir. Þessi kallar sem voru í því að dæma öll mál, þetta var yfirstéttin, það voru ríku kallarnir voru alltaf að dæma ykkur á þjófa og eitthvað hyski, voru að taka fólk á lífi þarna. Það féll tár í dómnum þeir vildu ekki dæma. Það segir svo mikið hvernig þau voru systkini. En svo mikla samúð, einhvern veginn sem sé þessi virðing. Til að hafa hort upp á einhverja raunverulega bugun. Hörðu bara raunverulega bugun, svo höfðu þau höfðu alla tíð samúð fólks. Ég held bara þau hafi verið ekki bæði svo frí, þau voru bæði mjög frí held ég, en líka bara, það var einhver reisni við það var eitthvað yfir þeim sem gerði það að verkum að fólk vildi þeim vel og var verðing fyrir þeim. Þannig að þetta var svona sagasönnufin. En altså setna barnið, sem er þá líklega altså barn hans víum. Hvað var það barn? Það var skýrt, það er eina sem ég veit. Það kemur ekki fram hvað það hétt. Og hún neitaði náttúrulega að segja til föðurs. Það bara þeir. Þannig að það er heldur ekki til rætt. Þannig að ég gerir bæði börnin hennar hafa nærri 100% dáið og hinn 2 sem að Jón á að eins og segi, þegar hann er tekin í Stokkhús þá stendur hann sé faðir eins barns. Það er mjög líklegt að það sé barn sýslumannsdóttur.
og það er það sem ég ofta mér langar að rekja einhvern tíma að reyna að fá, sko, því þannig erum við komið bara inn á erfiðan tíma í Íslendingabók og svona, hún er lokuð eftir 1700 og ég get ekki fundið, sko, rekið sögu sem sagt dætira Íslands þannig að hver þeirra hugsanlega á barn þarna á þessum tíma og þá hugsanlega en ég er búin að fara í gegnum þetta með þessar 63 konur sem ég er búin að rannsaka allar og alla þeirra sögu einu þeirra átti afkomenda og sem hægt var að rekja og það er tölverðu fjöldi afkomenda komnir frá honum þannig að það eru til afkomendir einnar af þessum hérna sem vita er af en ég held að það sé nú nærri örugt vegna þess að hafi einhverjur átt fleiri börn heldur en þau sem voru dæmda fyrir eiga þá hafa þau börn dáið skilur það er bara Vá, hvað þetta er brútal maður þetta er brútal já og það eru sko til svo brútal sögur að þú bara til dæmis næst síðasta manneskinn sem var hún var reyndar hálsökun, þeir voru byrjaðir síðustu 2 eru hálsöknar að hún var 20 þegar hún er hálsökun fyrir þá að Sifja Spell hún fjall í hvað segir maður hórdóm með stjúpföðu sínu sem var aftur þá séu það getur við hún er 20 þegar, hún er 18 ára þegar barni fæðist og þau komuði fyrir sér reynd að leina og mamminar gerir allt sem hún getur til þess að reyna að leina þessu hún er 20 þegar hún er hálsökun og kallinn áttræður Var hann líka hálsökun? Já þannig alls konar svona sögur og vest, sko, eina sögu er stúlkuð sem að þar sem að, sko, af því að ég myndist á það hérna áðan hvað var lögð mikið áherslu á að feðra börnin það er eitt mál þar sem að sko ekkert er gert til þess að reyna að feðra eða hvergi minnst á barnsföðurinn hún er bara flutt á alþingi dæmd og drekkt 1, 2, 3 þetta var bróðir biskups sem að var búin að sko eiga börn með fleiri vinnukonum og neita að gangast við börnum og sögur sagði í sveitinni að hann hefði komið fyrir börnum sem að þessu sama stúlka hafði átt en hann er ekki nefndur á nafn í dómum hvergi nefndur algjörlega skottfrí og hún dregin alþingi og henni drekkt En hvernig er þetta hægt? Ég meina, við komumst ekkit og stofnanir komast ekkit undan þessu karma sko. Þetta hlýtur að hvíla það algjörlega þetta hlýtur að hvíla þarna bara á þjóðkirkjunni eða bara í þessum embættum en viljum á þessum stofnunum sko. ég meina en getum við fengið fólk til þess að viðurkenna það að það var bara að hópur kalla maður er alltaf að hafa var maður getur ekki sagt kalla fyrir tíma notaði konur sem bara húsdýr og vinnudýr og leta bara viðgangast að þær voru drepnar þegar það er hérna sko vinnustúlka verður ólétt eftir kannski bóndan húsfriðan kannski veita og er kannski bara fegin að það er ekki hún sem er ólétt eina ferðin enn skiluru þetta má ekki spyrjast út þá var það gríðarlega sektir og það allt saman bóndi bara hótar vinnukonu þú verður bara rekin hérna þú verður rekin út á Guð og gaddinn og þú deyrð og barnið þitt deyrð ef þú gerir ekki eitthvað, gerðu eitthvað, redda þessu segir kannski ekki beint, farðu og dreftu barnið en óbeint og það verður og þeir sleppa skilur, þær eru bara sekar og skilur, þetta eru eins og þetta eru allt vinnukonur og þetta eru sko feður og stjúfeður og bræður og máar föðubræður og svo bændur En hvað sérðu núna ertu búin að vera að lýsa þessum tíðaranda og þessari stemningu sko, sem er alltaf bara súrrealísk sko. Hvernig myndirðu tengja í rauninni sko, þessa stemningu og þessar eindir sem sita þarna eftir sem afleiður í rauninni það sem við erum að upplifa í dag sko þessari MeToo byltingu já, en sko mér finnst hún því miður ég óttast það sko í mínum að ég er náttúrulega ég er mikil feministi og vandinn liggur hjá karlmönnum og vandinn liggur hjá samfélaginu sem vill ekki viðurkenna að hópur karlmanna eigi í verulegum vanda við erum með sko fangilsin full af karlmönnum
við erum með sko flesta glæpi hérna, þau eru fram fyrir kallmennum, bara götuglæpir og aðri slíkir. Út allt eru kallmenn gerendur í hlutunum og við neytum, ég meina hvernig stendur á því að konur, börn, gamalmenni og aðrir almennilegi kallmenn sitjum uppi með afleiðingarnar af gjörðum þessa vandræðahóps, má ekki tala þetta eins og þess vegna held ég að MeToo-byltingin á meðan að vald þessu órulegu manna og afneitunin leyfð svona lengi og við neytum að taka á þessu og taka þeim, bara segja það bara ósettanlegt að þessu fleiri þúsund karlmanna lokaðir inn í fangelsum fyrir alls konar glæpi gagnvart samfélaginu, við viljum ekki að setja fólk sem gangi laust og sé að brjóta á samfélaginu, við verðum að gera eitthvað, við verðum að byrja því að viðurkenna þetta vandamál. En svo sjáum við líka á sama tíma hversu grunnt þetta, sko þetta lagast aldrei við tökum á þessu vandamáli og það má ekki gera það þetta, fólk ekki tilbúið að viðurkenna það, en svo bara hættan handa við hodnið. Horfiðu bara á Afganistan í dag. Hvað þetta grunnt? Horfiðu til Póllands. Þar sem að réttindi kvenna leið og komið með öfgahægri stjórnir og þjóðurnisinn og annað slíkt. Það alltaf konur og þeirra reproductive dæmi sem að tekið og ámar. Það bara gerist aftur og aftur. Þannig að þetta sem að ég lýsa með þessar konur í fortíðinni, þetta bara raunveruleiki sem ég get séð undir kringumstæðum, ákveðnum kringumstæðum endurtaka sig. Kannski ekki nákvæmlega þessari mynd. En að það verði að þörfin fyrir að halda konum niðri að þessir veiku kallmenn, og þá meina ég veiku í tveimur merkingum, veikur og veiklindu, sem eru svona hræddir við konur, sem eru svona hræddir við að kom ekki sæði sínu áfram, að verði ekki ofan á í samkeppninu við hinn kalldýrin, eða hvað það sem keyrir þessa menn áfram. Þetta hefur mig óbeislega hvatir líka á langanum, þetta eru einhverja stíflu sko. Og ég nefndi hérna áðan sko, altså bara hvað var það, nú tók ég hérna sem dæmi, altså bara klámnislu sko. Og ég segi sko að klámnislan í mínu tilfelli, hún hefði verið tekin og svona horfi bara svo dögg fyrir sólu og ég að segja ykkur að það gerðist. Eitthvað sem er búið að fylgja mér frá að ég var lítill strákur sko, eitthvað sem að í rauninni mér kynnt af fullorðnum karlmönnum sko. Ég stíg inn í fullorðna karlmanna heim. Fattarðu, sem mér sem barni aðgengilegur. Og sem sko að mínu mati þarna í rauninni fullorðið fólk eða feður að bregðast. Þeir að bregðast skildum sínum sko. Þeir eru sjálfur ekki hreinir sko. Þeir eru sjálfur að berast með sínur óbeisluðu hvatir og langanir sko. Og þetta fer inn í litlu strákana sko. Og þetta fokkar upp í boðefnaframleiðslu og þetta fokkar sko, og ég bara að tala fyrir sjálfa mig, þetta bara fokkar upp í bara mínu viðhorfi til kvenna og þetta framkallar skömm, þetta framkallar feluleik. Ég fann að fela, ég fann að lifa tvöfalt líf, ég fann það eitthvað sem að getur ekki notið dagsins ljós. Og svo ég orðinn faðir og í mínu tilfelli ég að vinna líka með börnum, ég að vinna í skóla. Þannig að sko, þú þarft aldeilis bara aðeins meir en smá dass af afneitun, skilur, sem rauninni bara hálfgjör geðveiki sko, og bara eitthvað svona huglag, bara eitthvað rugl, til þess að í rauninni að geta verið og sinnt skildum af heilum hug sem uppalandi, hvort sem sé heima fyrir þið í vinnu, og þú ert með eitthvað eins og til dæmis klám, eða heimsóknirinn á klámsíður á bakinu sko. Og hvernig ég geta tekið þessa umræðu með strákunum mínum sko, þegar ég í rauninni á sama tíma þá að klaga sjálfa mig sko. Og þetta var það sem stakk mig sko, og það sem að gerist við að segja hlutinu upphátt, rosalegt tabú, að ég uppskar frelsi fyrir vikið. Altså bæði frelsi frá athöfninni sem slíkri, það breytist eitthvað inn í orkukerfinu á mér sko, ég finn það, og þetta nú ég að vinna alls á vinnustað til dæmis það sem rauninni bara stór, 70% kannski konur, og ég finna kannski svona mjög greinilega þar og að öll mín líðan og innan konur og samskipti mín við konur, þau urðu frjálslegri og ég var heill í samskiptum með þær og sem þýddi ég get komið fram
altså bara eins og ég væri manneski að díla við aðra mannesku ótrúlega heilun sem átti sér stað og hann að ég held að tala eitraða kallmennsku sko ég eiginlega, þetta er allt leikur á orðum en fyrir mér held ég að eitruð kallmennska í rauninni ekki til heldur myndi ég frekar segja þessi skortur af kallmennsku sem þá túlku sem eitruð kallmennska þetta ekki kallmennska fyrir nei. Við getum kallað hann að stökkbreytta en þetta ekki kallmennska en hvert kallmanns eðlið? Fyrirgeðu? Hvert kallmanns eðlið? Raunverulegt kallmanns eðli tel ég að snúist auðvitað styrk og mýkt og snúi að því að við sko allt svo látum gott á okkur leiða og við göfgum umhverfi okkar og algjörlega óháð kyni þetta á að vera þetta eðli konurnar líka sko. Já, vissulega, en ég held náttúrulega að kallmenn eru líffræðilega sko hvað það sem kerir það áfram hvaða áhrif sko hafa bara þessir hormónar hvert kallmanns eðlið og hvernig getur það og kallmaðurinn blómstrað í nútíma samfélagi sem dálítið öðruvísi heldur en að var með sitt eðli sem bara í fullkomnu lagi það alltaf látið eins og kallmanns eðli hún að Guði gefin sko þannig sé ég það sko og upplifu sko ég meina þetta hreint þetta eðli en þetta tengt skömm og það náttúrulega en sko fyrst og fremst það annar sko við búum í samfélagi sem leifir ekki hvorki köllum eða konum eða neinum að þykja vænt sjálfans Nei, það er náttúrulega líka afleiðingar og óuppgerðar fortíðar sko. og hugsaðu þér ég alveg sannfærð það að sko langstærstur hlutir fólks gengur og lifir með skömm yfir öllu mögulega en sem að en oft tengt allt svo kynkvöld sko. Já, en líka bara sjálfinu og jeginu og eitthvað og að lifa í skömm svo skelfilegt fyrirbæri og hún oftast nær óþarf en það hægt að stíga upp úr henni það hægt að skilinni allt svo raunverulega skilinni þá ekki tala bara eitthvað eins og ég hendi fram einhverjum frasi, ég get ekki skila skömminni með ákvarðan að tökja einnig sér sko. Nei. Það sko, skilunin þarf að eiga þessi stað sem afleiðing einhvers sem gerist eða þá að þú bara vinnur með það og ákveður bara kastin í rauð, bara skilja hana eftir að skilja hana við þig Veistu að minna þú þurfa að garga hana frá þér sem klám ég get skila skömminni bara hljóðlátt ég get bara að tala fyrir sjálfum mig sko. en eins og þetta með klámi sko, ég vil taka fram að mestu leitur kannski aldursins vegna líka út á aldri þá hefur þetta verið að rætlast af mér en þetta eitthvað sem ég hef reynt að vinna með fattarðu, því að ég veit að ég hef verið að gera gegn betri vitund og ég hef reynt að vinna með það með eitthvað svona samtölum og maður getur færi út í svona 12 spara prógram og annað en það gerðist ekkert fyrir ég öskraði eins hátt og ég mögulega gat á íslensku sko. Veist, þá er ég að tala sko, ég er að tala blaðagreinar, ég er að tala útvarpsviðtal og það sem ég þurfti bara ég gat ekki sagt að herra fattarðu og þarna fyrir mér var ég raunverulega að skila skömminni sko. Og þegar henni hafði verið skilað þá var þörf mín í þessa hugarfarsbreytingu eða þetta boðefna svindl hún hefði verið tekið fram mér það var þannig, puff svarar þetta spurningu henni við vorum að tala tvennt sko, við vorum að tala annars vegar þetta sem þú lýsa varði klámið og það allt saman og svo voru að tala skömmina eina og líka og ég sko ég til dæmis okkur ekki kent lífsleikni í skólum það til eitthvað sem kallast lífsleikni og það svona alls konar hitt og þetta og svo vil menn til að kenna börnum fjármálalæsi okkur kennum ekki raunverulega lífsleikni að horfa á sjálf sig að þróa með sjálfum sér væntumþykju í garð sjálfsinn að sína sjálfum sér fyrirgefningu og umbyrðalindi þá losnar við allir skömm og þá ertu bara dálítið blómstandi einstaklingur, akkur ekki unningi akkur börnum ekki gefið þetta heldur við höldum áfram að ala þau upp í skömm, vanlíðan skorti á kærleika gagnvart sjálfum sér og virðingu og væntumþykju skömmin alltaf vex þar sem við erum að fela einhverja hlutið, einhverja líðan sko. En oft gagnvart okkur sjálfum algjörlega sko. að ég svona að sína sjálfum sér umbyrðalindi og fyrirgefningu og ég reyna að ástunda þetta og
það eru hlutir og atvik eða eitthvað sem ég finn fyrir skammar og ég neyði sjálf á mig til þess að ég reyna að forðast sko og bara maður af því að við ekki svo erfiða tilfinningar ég neyði sjálf á mig til þess að horfa á þessi atvik og það sem ég gerði og segja bara horfðu á þetta gerður mistök og það er leitt og þeir eru búið að líta yfir því nú skaltu bara sættast við það og fyrirgefa sjálfur þetta gerðist, getur ekki breytti þú ert engu betur sett með því að halda fram berja bakið með þessu og bara frelsaði þannig frá vanlíðan gagvart því og ég meina breytir ekkert atvikið eða hvað sem það en bara eins og ég segi þú myndir, sko ef þú gerir bara færum að sína sjálfum þér þá mildi og þá fyrirgefningu og virðingu sem þú sýnir öðru fólki það þú þarft ekki að gera meira bara sína sjálfu þér það sem þú sýnir öðru fólki þá ertu orðin nokkuð Heilstiftur maður. Já, þú ert minnst að komin á stað. Það er náttúrulega að vinna bara í stað. Fannst þetta ekki geggjuð frásögn? Jú, mjög. Því sko, þetta er svo komist. Sko, ég las þetta, það var alltaf að tala kallana, sko. Þegar ég var lítill. Já. Og ég var eitið miklum tíma heima hjá ömmu og afa og þar var einmitt öldin okkar, sko. Og þar gæti ég fundið þessar sögur. Ég var að lesa þetta sem krakki svona einhverju leiti en algjörlega filteraða í gegnum í rauninni þessa túlkun á köllunum sko. Þetta voru stóri menn sko. Já, þetta voru karakterar sko. Við vorum stórum mönnum komnir sko. Það var einhvern veginn svona það var svona svolítið þeminn sko í þessu öllu saman sko. Því á þessum tíma þá voru menn þá var voða lítið horst eitthvað í augu við Þetta er svo stutt síðan í rauninni ef við spáum í því að við erum tilbúin að fara að horfast í augu við þetta ofbeldi sem við erum að horfast í augu við í dag sko. Það er svolítið henni sko. Það er alveg ofsalega áhugaverð bók eftir Jón Óskar sem heitir Konur fyrir rétti alveg merkilegt, hún er skrifið 86 eitthvað svoleiðis og það er bara maður, Jón Óskar hann var rithöfundur hann tekur það bara í sjálfu sig, hann er bara með þetta sjónarmið hann er að rekja rétt sko dómsmál þar sem að farið hroðalega með konur af ýmsum mismöndi, bæði kynferðislega og annað sko. Þetta er bara einhver maður þannig að þeir hafa verið til en ég var beðin fyrir kveðju til ykkar ofan úr Hvannalindum og frá Höllu og Eyvindi sem að senda ykkur kveðju og þakkir sínar til hans víum þegar áttu honum skuldagjalda Það er ekkert smá Það var þetta búið að skila sér Hann skauti við þau skjólshúsi vitandi þau voru sig, vitandi hverju þau væri þau voru útlegar heilan vetur komið þeim fyrir og faldi þau af bara strákskap það við leið vel á honum hann gætt notaði í vinnu hann hefði alveg hverju þau voru svo gaf þeim hest þegar þetta var búið og þau komist undan á hestinum Gekkja Takk, mót skila kveðinu á móti. Þá getur við bara klippt á erðarsyndina á allt. Erum við ekki, ég meina sko, mér finnst þetta bara, frábært. Þetta er búið ótrúlega gott að fá að heyra þessa sögu í þessum dítelum frá þér sko. Takk. Við þetta vissum hana svona í einhverjum svona mjög gróðum þáttum, þarna vorum við að fá alls konar flott smáatriði og það er líka verið að blasta þess út í kosmósi núna sko. Já. En ég vil taka fram að eins og ég segi, hans var að mörguleiti mjög dáður. Það var samið að hann var stórkostlegt langt og mikið erfiljóð. Hann var vinsæll hjá fólki en hann var líka óvinsæll. Hans víum, fyrir utan það bara að vera þessi strákur og þessi svona, þessi latt eða hvað hann var, hann var ekkert verri og ekkert betri heldur en aðrir á þessum tíma. Á sinn hátt. Algjörlega það bara, þeir skilur þetta var bara svona. Hann er bara bassins tíma. Þannig að sko það þarf enginn að horfa tilbaka komandi af hans víum og halda að sé glæpamaður eða illmenni í þeirri fjölskyldu. Þetta voru bara aðstæður. Nákvæmlega. Vissirðu að víum að skrifa með einu í á þessum tíma? Það er ekkert svo langt síðan að bættist við annað í. Ég veit ekki af hverju. Nei, stundum var það í. En þá er það bara íslenskun á. En það er hinn ættin er með einu í og við. Það er önnur ætt sko, það sem er eitt í sko. Ít en þetta. Þú sér þetta bara og skoðar Íslendinga bók sko. Ég er að hugsa að fá mér nýtt eftirnafn og hafa það VAF-I-I-U-U-M. Já. Mér er bara full ástæða til að bæta við öðru U líka. Já. Ekki bara öðru I. Ég segi það. Já, hvernig var það? Eða bara öðru M-i. Hvernig var það? Já, það er nú eitt sem gerir þetta með U. Hæ?
það einn fjölskyldunni sem er ekki með 2 heldur og 2 tvípunkti yfir. Alls konar túlkanir. Já. Herðu, en ok, svona eitt að lokum samt. Þú ert með hampteðið. Ég er með hampteðið. Hvernig ertu að fíla það? Bara mjög vel. Þú ert með blöndu í bollunum, sko. Nú, hvað er ég með? Þetta er íslenskur hampur frá honum Loga. Já. Í bland við, sko, innflutt indverskan handtíndan hamp frá Hemp Living. Já. Og ég blandaði því saman í þetta skipti. Það var svolítið sérstaklega kemur núna líka. Já, fannst það ekki? Já, það er aðeins öðru sem vennilega. Og svo erum við með altså kókosolíu. Setið kókosolíu út í, já. Því að sko, svo þegar kókosolían hitnar þá dregur kannabíóðuna í sig og þú drekkur hana. Já. Þú ert að rækta hamp. Já, meðalans. Ég las sko, kotbóndi. Já, það er ég. Hvaða tungumál er þetta? Ég er á Breiðholtinu, ég veit ekki hvað kotbóndi er. Kotbóndi var bara bóndi sem átti lítið eða leigði lítið kot og var bara meila nóg fyrir sjálfan sig. Bara þetta fátækastu tegund af bónda. Ertu bara eitthvað svona sjálfbærnis nöttari bara? Já, ég er nú reynda sko, ég er nú bara ég segi stundum að ég sé sko flóttamaður frá feðraveldinu og síðkapitalismanum. Já. En ég er eiginlega, málið var að ég er bara kona sem að ég misti allt í hruninu, einn af þeim og ákvað bara að ég myndi ekki fórna frelsi mínu og fara inn í kapphlaupið eða á hamstrahjólið aftur. Þannig að ég bara þurfti að finna aðra leið, fann eyðibíli, keypti mér gamalt eyðibíli í sveit og er búin að vera að byggja það upp, bjó í því mjög hráu til að byrja með og er nú komið land í kringum það, er að byrja að rækta og er að fara út í matvælaframleiðslu og ég er að rækta hamp og ég er að rækta hör og havra og sinnep og þetta er ég svona aðal tilgangurum með þessu eru trefjarnar hjá mér til þess að nota í matvælaframleiðsluna. Ég verð nota það altså trefjarnar úr hampinum? Úr hampinum og líka hörnum og ég lesi greinar það sem að þetta er notað í ákveðna framleiðslu og hefur virkað vel þess að ákveði að gera þetta. Þannig að annað sem fellur til eins og laufin og blómin og hafrarnir og hörfræin, það eru svona aukaafurðir sem ég náttúrulega mun. En það er eitthvað sem þú nýtið þér líka? Já, ég er svona mann, ég elska að búa til hluti. Ég er alltaf að búa til eitthvað nýtt sem að og tengist mat. Hvað er þetta að rækta alls stórt land? Núna er ég bara með hektara. Já, hampi. Það er svona hálfur hektari. Já, ok. Ég er með hektara núna sem ég er með 10 hektara sem ég get ræktað á. En ég er ekki búin að komast að niðurstöðu og það sem ég geri sko, ég er að alltaf stunda svona algjörlega lífræna hringrásarræktun. Já. Og ég til dæmis plægi ekki. Nei. Og nú er ég bara stendið fram fyrir hvernig ég nýti, og verður náttúrulega að vera með víxlræktun þar að leiðandi líka, hvernig ég nýti agrana næsta sumar, hvar ég rækta hvað og annað slíkt og hvernig ég fylli það næringu. Þannig að ég tók þennan hektara í sumar í raun og veru bara hráan, tættan aðeins og bara... Getur skilja þetta ræðunar? Ég geri það. Það er mjög mikilvægt. Og ég er líka með, ég er með ertur og rauðsmora sem ég er með bara fyrir jarðveginn, Þannig ef mér vantar mér í næringu, hann er svo gamall og vantar nitur aðalega. Þannig ég veltaði fyrir mig hvernig ég geri það. Þannig ég veit ekki alveg hvað ég rækta næsta sumar og hversu mikið út í þessa 10 hektara ég fer. Spennandi. En svo tek ég þetta sem sagt og ég nýti þessar aukaafurðir, ætla að nýta fræin og blómin og hafran á það allt saman. Fíberinn ætla ég að nota í þessa matvælaframleiðslu og síðan fer þetta aftur í moltugerð. Þannig að þá ertu komið með hringrásina alveg. Þannig að spennandi. Það er framtíð í hampinum. Já, það er framtíð og í þessu, ég er líka í mikið áhuga bætiefnum og ég bætiefni ákveðin bætiefni sem ég langar að vinna með og svo er ég að rækta lækningajurtir í leiðinni og vinna úr þeim. Það er svona, ég er bara rétt að byrja að koma mér upp svona apoteki og það ég bæði tíni íslenska lækningajurtir og vinn úr þeim og svo er ég með erlendarækt sem ég er að rækta bara í kringum húsið mitt og er að vinna núna þessa dagana. Spennandi. Ég er alltaf að fá að heimsækja þig næst því ég er alltaf fyrir austan 2 ári. Já, þú kemur. Ég kem að heimsækja þig. Við hefum sameiginlega kunningja og ég hef sem sagt kunningja á
grafískan hönnuð á Seyðisfirði sem að vann með mér og gerði útlitið á sunnuðsýningunni fyrir mig. Þannig að þú þekkir hann. Ég þekki hann mjög vel. Já. Já, geggjað. Þannig að manstu hvað Logi sagði með 1 hektara per mann. Já. Alltaf bara 1 tímabil. Já. Það áttu búin að kolefnis í rauninni bara jafna allt Ísland. Miðað við í rauninni neyslu okkar í dag. Það stóð, ég var að lesa einhvers staðar, það eru 4,5 sko, það eru alltaf 15 tonn af per hektara. Og það ætti að vera nóg. Og ég, svo ekki nóg með það. Ekki nóg með það, ég er að falast eftir landi sem ég held í muninni ekki fá, sem er ónotað og er í eigu stórt fyrirtækis hérna sem er ekki notað. Bara dundra niður handbát allt saman. Bara til að binda, þó væri ekki nema til að binda. En svo byggjum við okkur hús bara og gerum meira líka. Skilur þau? En ég spurningum sko hvort að þessi landeigjendur eins og til dæmis þetta fyrirtæki sem er ekki að nýta þetta stóra mikla land, gamli gömul tún og annað slíkt, þau eru ekki bara að skikka á til þess að taka þetta í nýtingu. Þetta er ekki, ég meina, að tala að og svo fólk að kólefnisjafna og kaupa sér hitt og þetta og svo standa þessi akrar bara tómir. Já, og svo verður að tala um Parísarsamkomulag og hitt og þetta og bladi bladi. Og enginn látið sæta ábyrgð. Nei, nákvæmlega. Bara einhver svona tíma. Og þegar þú getur gripið til svona, sko ég er ekki að setja sér lausn, en þetta er sko eitt af þessu sem að getur gert svona mikið með svo litlum tilkostnaði. Ég meina þú myndir taka, þú veist, þetta borgar kannski 200 skall í fræ fyrir hvað? 20 hektara. Já, sem er sko sem eru þá hvað 200 og eitthvað 1000 tonn. Já, Við getum ekki látið þetta hjá Lýðastad að gera þetta. En þannig að Kristín, takk fyrir að koma til okkur. Já, ótrúlega. Alveg bara virkilega vel metið. Og hérna keyrðu valega austur. Já. Það er að drífa sig, nú er allt á. Hún kom til okkur í algjörn hólu, sko. Þetta var bara, þetta átt að vera svona. Sko. Já, minna það. Ertu að fara heim núna? Nei, ég fer á mig þessum morgunni. Ég verð að drífa mig, sko, í hampin. Ég verð að skera kallana. Núna. Þetta er núna. En það er sko verið svo gott. Ég held að stelpurnar mínar eigi alveg vikuvinni. En ég þarf að vera á staðnum á mér. Það er allt komið á fullt í Berufjörð. Já, trúa því. Allt í gangi það, sko. Já. Alveg, ég er búin að taka svolítið, sko, og sen bara núna þarf ég að fyrir að gera þetta alveg, sko. Geggjað. Þannig að maður þurfa að drífa sig austur. Æðislegt. Gaman að sjá þig. Takk fyrir. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.